útskriftarefni, foreldrar, aðstandendur, starfsfólk skólans, skólanefnd, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 og 50 ára afmælisárgangar, góðir gestir og þið sem fylgist með athöfninni gegnum streymi, gleðilega hátíð og verið velkomin til þessara brautskráningar-athafnar Menntaskólans á Ísafirði. Kæru útskriftarefni, þetta er dagurinn ykkar. Útskriftardagur er alltaf hátíð, en leið er hann líka samansafn alls konar tilfinninga eins og gleði, léttis, stolts og söknuðar. Við öll sem hér erum í dag fögnum með ykkur, þið megið sannarlega vera stolt af árangrinum sem þið hafið náð og staðfestur verður hér og eftir. Við hefjum þessa athöfn á því að skýrsla skólans verður flutt og það er Dórótea Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólameistari sem mun flytja hana. Gjörðu svo vel. Ágætu gestir, ég mun nú flytja skýrslu skólans fyrir skólaárið 2024 til 2025. Hér verður stiklað á stóru þau atriði sem helst hafa staðið upp úr á starfsárinu. Síðastliðið haust innritaðist í Menntaskólanum á Ísafirði mesti fjöldi nýnema síðan árið 2014, alls 72 nýnemar. Fjölgun nemenda í dagskóla nam hátt í 20% frá fyrra skólaári, en í vetur hafa nemendur í dagskóla verið 200. Í heildina voru 546 nemendur skráðir í nám við skólan í upphafi haustannar og 606 nemendur í upphafi vorannar. Er það í fyrsta skipti í sögu skólans sem nemendur eru fleiri en 600. Gerir þetta tæplega fjórðungsfjölgun á heildarfjölda nemenda frá fyrra skólaári. Helmingur nemenda Menntaskólans á Ísafirði eru fjarnemar. 1/3 nemenda eru í dagskóla og síðan eru nemendur í lotubundnu dreifnámi. Samfara þessari fjölgun hefur aðsókn að heimavist aukist, en heimavistin hefur verið í fullri nýtingu í vetur og það stefnir í að tvímenna þurfi í einhver herbergi næsta vetur. Má rekja fjölgun á heimavist að töluverðu leyti til sunnanverðra Vestfjarða sem mikið fagnaðarefni. Venju samkvæmt hófst skólastarf haustannar á móttöku nýnema og skólasetningu. Í nýnemaferð var haldið nokkrum dögum seinna og suðurfirðirnir heimsóttir í blíðskaparveðri. Þegar aðeins var liðið á önnina var hefðbundið skólastarf lagt til hliðar í 2 daga og svokallaðir uppbrotsdagar nýttir til þess að hrista saman nemendur í dagskóla. Fyrri daginn skipulagði stjórn nemendafélagsins íþróttadag þar sem meðal annars var haldið furðufata skemmtiskokk og boðið upp á ýmsa úti- og innileiki. Seinni daginn var haldið málþing í Edinborgarhúsinu undir yfirskriftinni Við öll í MÍ. Þar var fjallað inngildingu í fjölmenningarsamfélagi með sérstaka áherslu á fordóma og ólíkan menningarbakgrunn. Styrkur fékkst úr þróunarsjóði innflytjendamála til að halda málþingið og tóku allir nemendur í dagskóla þátt ásamt starfsfólki skólans. Í Menntaskólanum á Ísafirði hefur verið lögð áhersla á að skapa vinnu- og námsumhverfi þar sem virðing fyrir fjölbreytileika er í fyrirrúmi og við leggjum okkur fram að bjóða upp á fjölbreytt námsframboð sem mætir þörfum þess fjölbreytta nemendahóps sem til okkar sækir. Margir nemendur eru með annan tungumála- og menningarbakgrunn en íslenskan og í dagskóla er hlutfall þeirra 25%. Menntaskólinn á Ísafirði er einn 3 framhaldsskóla á landinu sem fór á stað með nýja íslenskubraut síðastliðið haust. Markmið brautarinnar er að þjálfa nemendur í íslensku máli og menningarfærni, stuðla að félagslegri vellíðan og virkri þátttöku í samfélaginu. Við lok náms eiga nemendur að vera undirbúnir fyrir nám í íslensku framhaldsskólum og búa yfir íslenskukunnáttu sem nýtist jafnt í námi sem og á vinnumarkaði. Verkefnið Gefum íslensku séns í MÍ var hrint úr vör á haustun. Markmið þess er að stuðla að íslenskunotkun í skólanum og sýna fram á mikilvægi þess að það þurfi ekki að tala fullkomna íslensku til að skiljast, þeir skilja sem vilja.
Verkefnið felst meðal annars í vikulegum samræðufundum þar sem nemendur með íslenska móðurmáli spjalla á óformlegum nótum við nemendur með annað móðurmál. Eina skilyrðið að spjalla sé á íslensku og oftast ákveðið umræðu þema haft til hliðsjónar. Skemmtilegt að segja frá því að nemendur færðu samræðufundin yfir á Hlíf í eitt skiptið og reyndust eldri borgararnir á Hlíf hinir bestu samræðufélagar. Á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember síðastliðinn hlaut Menntaskólinn á Ísafirði verðlaun sem nefnast Íslensku sénsinn. Að þeim stendur átaksverkefnið Gefum íslensku séns, íslenskuvænt samfélag. Íbúum á norðanverðum Vestfjörðum bauðst að útnefna þann aðila sem talinn hvetja hvað mest til íslenskunotkunar í víðum skilningi og stuðla þar að leiðandi að framförum í meðförum tungunnar, samkvæmt þeim einkunnarorðum að íslenska lærist ekki nema hún sé notuð. Við erum afar þakklát fyrir þá hvatningu sem þessi viðurkenning veitir okkur og munum nýta hana sem innblástur til þess að halda áfram á þessari vegferð. Næsta skref einmitt rétt handan við hornið því skólinn mun taka þátt í málþingi eftir rúma viku sem ber yfirskriftina Íslenska sem annað mál, inngilding og fjölmenning í framhaldsskólum. Málþingið fer fram í Menntaskólanum á Ísafirði dagana 2. og 3. júní og haldið í samstarfi við framhaldsskólateymi frá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, Mennta- og barnamálaráðuneyti, Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kennaradeild Háskólans á Akureyri. Málþingið fyrir öll þau sem vilja kynna sér nám og kennslu íslensku sem annars máls og fræðast leiðir til að stuðla að inngildingu og fjölmenningu í framhaldsskólum. Það mikilvægt að raddir nemenda og skoðanir séu sýnilegar í skólastarfinu og mæla lögum framhaldsskóla fyrir að skólafundir skuli haldnir að minnsta kosti einu sinni á ári. Í MÍ hafa slíkir fundir verið haldnir á hverri önn nokkur skeið og ýmis málefni sem snerta nemendur og skólastarfi verið rædd. Á skólafundi haustannar ræddu nemendur og starfsfólk metnað í námi og félagslíf. Niðurstöður fundarins voru meðal annars þær að hægt sé að efla metnað nemenda í námi með því að auka kröfur, setja skýr markmið og væntingar og forgangsraða verkefnum. Nemendur töldu að það skipti mestu máli að skipuleggja sig vel og láta símann ekki trufla sig of mikið. Ýmsar hugmyndir til að bæta félagslífið voru ræddar og nemendur voru sammála að fjölbreyttir viðburðir þyrftu að vera í boði til að auka þátttöku. Sú hugmynd að opna félagsmiðstöð fyrir ungt fólk á framhaldsskólaaldri hlaut góðan hljómgrunn og var ályktun send sveitarstjórnarfólki á svæðinu. Æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar fundaði í kjölfarið með nemendum og með málið á sinni könnu. Við vonumst til þess að skilaboð og hugmyndir nemenda komist alla leið í framkvæmd fyrr eða síðar því hér á svæðinu vantar svo sannarlega félagsaðstöðu fyrir unga fólkið okkar. Skólafundur vorannar var haldinn í apríl. Þar voru til umræðu uppróðsdagar í skólastarfi og hvaða möguleika þeir gefa nemendum til að taka virkan þátt sem skipuleggjendur eða þáttakendur. Rætt var uppróðsdaga að hausti og gróskudaga að vori og margar skemmtilegar hugmyndir settar fram sem spennandi verður að vinna betur úr fyrir næsta skólaár. Nemendur Menntaskólans hafa tekið virkan þátt í félagslífi vetrarins og stjórn nemendafélagsins hefur lagt sig fram að skipuleggja fjölbreytta viðburði. Á haustönn bar þar hæst nýnemaball, hrekkjavökuball og glæsilegan fullveldisfögnuð á 1. des. Í aðdraganda alþingiskosninga í nóvember voru haldnar skuggakosningar í framhaldsskólum landsins. Í undirbúningi þeirra skipulagði stjórn nemendafélagsins framboðsfund í Gryfjunni þar sem fulltrúar allra framboða kynntu áherslur sínar og nemendum gafst kostur að fá svör við sínum vangaveltum. Hápunktur skólaársins í MÍ að vanda hinn árlega sólrísuhátíð og uppsetning sólrísu leikritsins. Að þessu sinni var það rock-söngleikurinn sígildi Grís sem settur var á svið í Edinborgarhúsinu undir leikstjórn Birgittu Birgisdóttur. Uppselt var á allar 10 sýningarnar og komust færri að en vildu. Gróskudagar fóru einnig fram í Sólhúsviku eins og hefð fyrir og nemendur vörðu þá 2 skóladögum í óhefðbundnar námsgreinar eins og pítsugerð, jóga, kleinubakstur, klifur og sjósund. Við viljum hér með þakka fráfarandi stjórn nemendafélagsins fyrir afar gott samstarf á árinu. Nemendur MÍ hafa í vetur tekið þátt í nokkrum áhugaverðum viðburðum sem vert að minnast á. Einn þeirra nýsköpunarkeppni MEMA sem árlegur viðburður með það markmið að hvetja ungt fólk til að nýta hugvit sitt
hugvit sitt og leita lausna í þverfaglegu samstarfi. Keppnin fór fram í nóvember og lið MÍ hlaut þar fyrstu verðlaun fyrir verkefni sitt sem nefndist Endurskínandi kind og snýst að endurskinsmerkja kindur þeim til aukins öryggis. Vörumessa MÍ uppskeruhátíð nemenda í áfanga sem nefnist Hugmyndir og nýsköpun og fór hún fram í húsnæði Vestfjarðastofu í apríl. Í vörumessunni fá nemendur tækifæri til að kynna og eftir atvikum selja vöru sem þau hafa þróað á önnunni og fá jafnframt æfingu í að koma verkefnum sínum og hugmyndum í framkvæmd. Fjölmargir gestir sóttu viðburðinn og hafðu meðal annars kost á að smakka ís með karakter og prófa endurnærandi varáskrúbb. Nú í lok vorannar settu svo nemendur á lista- og nýsköpunarbrautu upp myndlistasýningu í kjallara Safnahússins. Sýningin ber hið lýsandi nafn Málverk og síðasti sýningadagur mitt í dag, svo það vert að hvetja alla til að líta þar við. Þegar litið yfir skólaárið ekki hægt að sleppa því að minnast með stolti á það að á alþjóðlegum degi kennara þann 5. október síðastliðinn var Þröstur Jóhannesson, fyrrverandi húsasmíðakennari, tilnefndur til íslensku menntaverðlaunanna í flokki iðn- og verkmenntunar. Þröstur var tilnefndur fyrir þróun vandaðs verknáms með áherslu á nútímatækni og sjálfbærni. Þröstur hefur ávallt sýnt mikla hollustu við húsasmíðakennsluna og skólann, verið einstök fyrirmynd bæði fyrir nemendur og starfsfólk og framúrskarandi kennari. Þröstur lauk formlega störfum sem kennari við skólann fyrir ári síðan en hefur síðastliðinn vetur sinnt nokkrum tilfallandi sérverkefnum. Þröstur hefur meðal annars haldið utan samstarf hóp MÍ og atvinnulífsins sem vikið verður betur að síðar. Í febrúar á þessu ári var Menntaskólanum á Ísafirði veitt viðurkenning fyrir góðan árangur í könnun Samhengis stofnun ársins 2024. Það 3. árið í röð sem skólinn hlýtur slíka viðurkenningu. Árið 2022 var Menntaskólinn á Ísafirði sú ríkisstofnun sem bætti starfskjör starfsmanna best það árið og fekk að því tilefni titilinn Hástökkur ársins. Árið 2023 var skólinn í öðru sæti í flokki meðalstóra stofnana og fekk að því tilefni sæmdarheitið Fyrirmyndastofnun. Skólinn lenti einnig í öðru sæti fyrir árið 2024 og telst því áfram vera til fyrirmyndar. Tilgangur með vali á stofnun ársins að taka eftir og verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri í mannauðsstjórnun. Niðurstöður könnunarinnar veita mikilvægar upplýsingar samanburð við aðrar stofnanir og í kjölfar þeirra hægt að vinna að umbótum í starfsumhverfi skólans. Skólinn hækkaði í heildareinkunn frá því fyrra og fekk hæstu einkunn allra meðal- og stórra ríkisstofnana hvað varðar stjórnun. Við í MÍ stolt af viðurkenningunni og árangrinum. Við þakklát fyrir okkar frábæri starfsfólk og það góða starf sem það leggur af mörkum og viljum halda áfram að byggja upp gott vinnuumhverfi innan skólans með fagmennsku og samvinnu að leiðarljósi. Þessi góði árangur hvatning til starfsfólks og stjórnenda skólans að gera enn betur því gott starfsumhverfi jú nauðsynlegur jarðvegur fyrir skapandi og gróskumikið skólastarf. Mannauðurinn okkar stærsta auðlind og við þetta tækifæri gleðilegt að segja frá því að búið að ráða í allar lausar stöður við skólan næsta vetur. Í mars tók Menntaskólinn á Ísafirði þátt í framhaldsskólakynningunni Mín framtíð sem fram fór í Laugardalshöllinni í Reykjavík. Viðburðurinn fer jafnan fram annað hvert ár og þar hægt að kynna sér námsframboð framhaldsskóla og fylgjast með Íslandsmóti iðn- og verkgreina. Á Íslandsmótinu var keppt í 19 iðngreinum og þar fengu nemendur tækifæri til að takast á við krefjandi og raunveruleg verkefni sem reyna á hæfni, skipulagshæfileika og fagmennsku. Benedikt Jóhann Þórhallsson, húsasmíðanemi og útskriftarefni hér í dag, keppti fyrir hönd MÍ og stóð sig með sóma. Samnemendur Benedikts í húsasmiði tóku þátt í undirbúningi fyrir keppnina og veittu einnig mikilvægan stuðning á meðan keppnin stóð yfir. Starfsfólk og nemendur MÍ lögðu mikinn metnað í kynningarbás skólans á sýningunni og óhætt að segja hann hafi vakið mikla athygli. 9 starfsmenn og 16 nemendur tóku þátt í kynningarstörfum í básnum og sýndu þar námsframboð, heimavist, félagslíf og margt fleira með fjölbreyttum hætti. Gestir fengu meðal annars að snúa lukkuhjóli þar sem hægt var að vinna ýmsa skemmtilega vinninga, svo sem MÍ smáköku, MÍ drykk, MÍ tattoo og ýmislegt fleira.
Fjölmargir lögðu leið sína á básinn og meðal gesta var til að mynda forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, sem átti gott spjall við starfsfólk og nemendur MÍ. En það var ekki bara höfuðborgarsvæði sem fekk að snúa lukkuhjólinu og bragða á MÍ smákökum, því í lok marsmánaðar var 10. bekkingum á Vestfjörðum boðið í heimsókn í skólann. 70 grunnskólanemar mættu opið hús og fengu smá nasaþefa stemmingun í MÍ. Sama dag mættu til okkar fulltrúar frá Háskóla Íslands, Háskólanum á Hólum, Landbúnaðarháskólanum, Háskólasetri Vestfjarða og Lýðskólanum á Flateyri til að kynna námsframboð sitt. Skiptinemasamtökin AFS og Menntaskólinn í Ísafirði voru einnig með kynningarborðsað í Gryfjunni við þetta tilefni og var dagurinn því gestkvæmur með eindæmum. Bæði starfsfólk og nemendur úr Menntaskólanum í Ísafirði hafa verið á faraldsfæti í vetur í ýmsum alþjóðlegum verkefnum. Í október fór starfslið MÍ í skólaheimsókn til Kraká í Póllandi og skoðaði þar 2 skóla, annars vegar aldagamlan bóknámsskóla og hins vegar nýlegri verknámsskóla. 12 nemendur og 2 kennarar héldu utan í lok september og heimsóttu vinaskóla MÍ í Frakklandi og 10 nemendur af lista- og nýsköpunarbraut ásamt 2 kennurum fóru stuttu síðan til Finnlands og tóku meðal annars þátt í námsverkefnum list og náttúru. Á vorin voru það nemendur í háriðngreinum sem héldu til Finnlands ásamt kennara og dvöldu í 2 vikur við nám í finnskum verknámsskóla. 10 nemendur í stálsmíði brugðu sig til Danmerkur ásamt kennara og nutu vikudvalar í dönskum samstarfsskóla okkar í Fredericia. Við fengum á móti 2 nemendaheimsóknir frá Dönunum á þessu skólaári, annars vegar í nóvember og hins vegar í maí. Öll erlend nemendaskipti af þessu tagi eru styrkt af Evrópustyrk Erasmus+ og hefur aðild skólans að því verkefni sömuleiðis gert starfsfólki kleift að sinna starfsþróun með þátttöku í ýmiss konar starfsspeglun erlendis. Ávinningur erlendra samskipta er margvíslegur. Markmið þeirra er fyrst og fremst að víkka sjóndeildarhring nemenda og starfsfólks og efla alþjóðleg samskipti og menningarleg tengsl. Eitt af því sem Menntaskólinn í Ísafirði hefur fengið að kynnast í gegnum danska vinaskólann er hvernig samstarf við iðngreinar í atvinnulífi getur stutt við menntun í iðn- og verknámi. Í vetur var að danskri fyrirmynd settur á fót samstarfshópur MÍ og fulltrúa úr atvinnulífinu hér á svæðinu. Hópurinn hefur fundað reglulega yfir skólaárið og sett sér 3 markmið: að bæta aðstöðu og kennslu til verknáms, fjölga iðnnemum á námssamning og fjölga útskrifum verknámsnemendum. Annað dæmi velheppnað samstarf skólans og atvinnulífsins er skólaþróunarverkefni sem nú stendur yfir með sérfræðingum Bláma og Orkubús Vestfjarða. Skólaþróunarverkefni fékk styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu í fyrra og felst í þverfaglegri nálgun á sólarsellur sem vistvænan orkugjafa. Verknámsnemendur hafa í vetur undirbúið uppsetningu á sólarsellum við skólann og þessa dagana er unnið að því að koma undirstöðum fyrir. Í haust munu svo sólarsellurnar sjálfar verða settar upp sjávarmegin við bóknámshúsið. Þar verða þær í augsýn gangandi vegfarenda og nýtast vonandi sem lærdómstækifæri fyrir fleiri en nemendur skólans. Samstarfsverkefni með atvinnulífinu eru einn liður í því að gera Menntaskólann á Ísafirði að framúrskarandi verknámsskóla. Námsframboð skólans í iðn- og verknámi hefur aukist á undanförnum árum samhliða vaxandi eftirspurn. Á vorin bættist enn í námsframboð skólans þegar boðið var upp á dreifnám í múraraiðn í fyrsta sinn. 8 nemendur hófu nám en samhliða var einnig farið af stað með dreifnámshóp í húsasmiði. Í dag útskrifum við nemendur sem lokið hafa dreifnámi í vélstjórn annars vegar og iðnmeistarnámi hins vegar. Í haust verður boðið upp á dreifnám í skipstjórn til viðbótar við áframhaldandi nám í múraraiðn og húsasmiði. Dreifnám er mikilvægur þáttur í því að gefa fullorðnum nemendum tækifæri til að bæta við sig menntun samhliða vinnu og styður þannig við hagsmuni atvinnulífsins að fjölga iðnmenntuðu starfsfólki. Það má með sanni segja að Menntaskólinn á Ísafirði hafi vaxið í ýmsum skilningi á liðnum vetri. Fjölgun nemenda af öllum gerðum ber þar hæst og hefur sannarlega eflt skólastarfið á margan hátt. Ýmsar framkvæmdir síðastliðið ár hafa bætt aðstöðu til náms og kennslu í skólanum. Má þar nefna nýja raungreinarstofu, auki félagsrými fyrir nemendur og skemmst er að minnast þess að Oddfellow-stúkurnar Gestur og Þórey gáfu skólanum nýlega myndarlega gjöf í formi gagnvirkra skjáa sem munu nýtast vel til fjölbreyttrar kennslu.
En betur má ef duga skal. Samfara fjölgun nemenda verður þörfin fyrir nýtt verknámshús æ meira knýjandi. Fyrir ári síðan var undirrituð viljayfirlýsing þáverandi mennta- og barnamálaráðherra og fulltrúa sveitarfélaga á Vestfjörðum stækkun á aðstöðu til iðn- og verknáms við skólann. Frá undirritun hefur því miður lítið þokast. Það er einlæg von okkar, starfsfólks og nemenda skólans, að byggingaráformin hljóti áframhaldandi brautargengi innan stjórnsýslunar og stækkunin verði að veruleika sem fyrst. Þörfin er sannarlega mikil og hluti af núverandi kennsluaðstöðu er því miður algjörlega óviðunandi. Samstarfsaðilar okkar í atvinnulífinu hafa sýnt ómetanlegan stuðning í að tala máli okkar við ráðamenn hvað þetta varðar og áfram munum við berjast. En það er ekki bara nýtt verknámshús sem stendur skólanum fyrir þrifum. Framlag ríkisins til tækjakaupa hefur í allt of mörg ár verið á skornum skammti og nú er svo komið að uppsöfnuð þörf fyrir tækjakaup nemur 140 milljónum. Þar, eins og með nýtt verknámshús, höfum við barist fyrir hærri framlögum þó nokkurt skeið en höfum gefist upp á biðinni. Við bregðum nú á það ráð að senda út ákall til fyrirtækja og félaga á svæðinu að styrkja skólann til tækjakaupa og stíga þannig stór skref í þá átt að gera iðn- og verknámið okkar vel tækjum búið með framúrskarandi kennsluaðstöðu. Á næstu dögum munum við senda út bréf til fyrirtækja og félaga á svæðinu sem við vonum að svari kallinu því öflugur verknámsskóli skiptir miklu máli fyrir Vestfirði alla. Stofnun Menntaskólans á Ísafirði tókst fyrir tilstilli ötullar baráttu heimamanna fyrir framhaldsskóla og þó skólinn sé kominn yfir 50 reynir enn og aftur á baráttu okkar. Við í MÍ erum þakklát fyrir samfélagið á Vestfjörðum sem við finnum að annt skólann sinn og framtíð hans. Saman getum við tryggt að skólinn haldi áfram að vaxa og dafna og vera sú stoð í samfélaginu sem honum er ætlað. Við stjórnendur viljum við þetta tækifæri einnig þakka nemendum og starfsfólki skólans fyrir samfylgdina á skólaárinu og við hlökkum til að halda áfram að vinna saman af metnaði og fagmennsku að þróttmiklu skólastarfi í Menntaskólanum á Ísafirði. Áður en skýrslu skólans lýkur er rétt að gera grein fyrir því að 3 starfsmenn munu nú ljúka störfum við skólann. Það eru þeir Jón Steinar Guðmundsson sem kennt hefur húsasmíði í dreifnámi með hléum, Sigurður Óskar Óskarsson sem kennt hefur rafiðngreinar og Jón Guðni Guðmundsson sem kennt hefur málmiðngreinar síðan 2016 og lætur nú á störfum sökum aldurs. Við þökkum þeim öllum ánægilegt samstarf og óskum þeim góðs gengis í öðrum verkefnum. Það er hefð fyrir því að starfsmenn sem hætta störfum við skólann sökum aldurs fái sérstakar þakkir við útskrift og ég bið Heyrúnu skólameistara að koma hér til að flytja nokkur kveðjuorð frá skólanum til Jóns Guðna Guðmundssonar málmiðgreinakennara. Í dag kveðjum við Jón Guðna Guðmundsson, kennari í málmiðgreinum. Jón Guðni kom til starfa við Menntaskólann á Ísafirði í ágúst árið 2016 og hefur starfað við skólann síðan. Þegar Jón Guðni hóf störf við skólann kom hann beint úr eigin atvinnurekstri í vélsmiðju með mikla reynslu og áralanga þekkingu á sínu sviði. Jón Guðni er þekktur innan skólans fyrir rólyndi sitt. Nemendur hans vita það líklega best. Þeir hafa fundið fyrir þeirri ró og virðingu sem hann ber til þeirra og hann hefur sýnt þeim að traust og þolinmæði eru hornsteinar góðrar kennslu. Kæri Jón Guðni, mig langar að biðja þig að koma hér upp. Þegar við kveðjum þig sem kennara hér í dag, þökkum við þér fyrir hollustu þína við kennslu málmiðgreina við skólann, fyrir hönd Menntaskólans á Ísafirði, færi ég þér þakkir fyrir samstarf og vináttu og óskaði velfarnaðar í því starfi að halda áfram að njóta lífsins með Gauju og fjölskyldunni.
Næst munum við hlýða á tónlistaratriði. Útskriftarefnið Agnes Eva Hjartardóttir munu syngja lagið Vienna eftir Billy Joel. Gjörðu svo vel, Agnes. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And to know that when the truth is told, that you can get what you want, but you can just get old to run. Kick off before you even get halfway through. Ooh, and don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Við þökkum Agnesi Evu fyrir þennan fallega flutning. En það komið að stóru stundinni. Það komið að brautskráningu og afhendingu verðlauna. Ég bið þær Ernu Sigrúnu Jónsdóttur námsráðgjafa og Mörtu Kristínu Pálmadóttur áfanga- og fjarnámsstjóra
að koma hér upp og taka þátt í brautskráningunni með mér. Góðan daginn. Í dag brautskráum við 77 nemendur af 11 námsbrautum. Af útskriftarnemendum eru 38 dagskólanemendur, 23 dreifinámsnemendur og 12 nemendur í fjarnámi sem eru með Menntaskólann á Ísafirði sem heimaskóla. Að auki veitum við 4 nemendum diplómu fyrir förðun. 8 nemendur útskrifast af húsasmíðabraut, 13 nemendur útskrifast úr iðnmeistaranámi, 5 nemendur útskrifast af lista- og nýsköpunarbraut, 3 nemendur útskrifast af starfsbraut og 15 nemendur útskrifast úr vélstjórn A. 33 nemendur útskrifast með stúdentspróf, 2 af félagsvísindabraut, 2 af náttúruvísindabraut og 2 af náttúruvísindabraut íþróttasviði, 16 nemendur af opinni stúdentsbraut, 6 nemendur af opinni stúdentsbraut íþróttasviði og 5 nemendur útskrifast með stúdentspróf af fagbraut. Af þessum útskriftarefnum eru 53 þeirra viðstödd hér í dag. Gaman að segja frá því að af þessum útskriftarefnum eru 2 sett af systkinum með okkur hér í dag. Annars vegar 3 systkini og hins vegar 4 systkini. Agnes Eva Hjartardóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Agnes Eva hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir lofsverða ástundun, framfarir námi og félagsstörf gefin af Ísfirðingafélaginu í Reykjavík til minningar Jón Leós. Alexandra Dúda lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Andrea Antonsdóttir lýkur námi af starfsbraut. Anna Stefánsdóttir lýkur námi af starfsbraut. Anna hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir virkni og seiglu í námi og félagslífi gefin af Hampiðinni. Anna Ragnheiður Gretarsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Arnar Bragi Steinþórsson, stúdent af náttúruvísindabraut. Ásmundur Nóel Björnsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Benedikt Jóhann Þórhallsson Snædal lýkur námi af húsasmíðabraut. Berglind Sara Friðbjörnsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Brynjar Ari Sveinsson lýkur námi af húsasmíðabraut. Dagný Rut Davíðsdóttir lýkur diplómu í förðun. Dagur Atli Guðmundsson lýkur námi af húsasmíðabraut. Daniel Vale Adeleje, stúdent af opinni stúdentsbraut.
Davíð Halldór Barðarsson lýkur iðnmeistaranámi í bifvélavirkjun. Einar Gunnlaugsson lýkur iðnmeistaranámi í netagerð. Einar hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir hæstu einkunn í iðnmeistaranámi gefin á Landsbankanum. Einir Steinn Björnsson lýkur vélstjórnarbraut A. Elma Katrín Steingrímsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut, íþróttasviði. Frosti Gunnarsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Grétar Smári Samúelsson lýkur námi af húsasmíðabraut, íþróttasviði. Grétar Smári hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir hæstu einkunn í húsasmíðagreinum gefin af húsasmiðjunni. Guðmundur Agnar Thórodsen, stúdent af opinni stúdentsbraut. Guðmundur Brynjar Björgvinsson lýkur námi af húsasmíðabraut. Guðmundur Halldórsson, stúdent af náttúruvísindabraut, íþróttasviði. Guðmundur Leó Skjaldarsson lýkur iðnmeistaranámi í húsasmíði. Guðrún Freyja Sigurðardóttir lýkur námi af starfsbraut. Guðrún Helga Sigurðardóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut, íþróttasviði. Gunnar Ingi Hákonarson lýkur námi af húsasmíðabraut, íþróttasviði. Hákon Ari Heimisson, stúdent af opinni stúdentsbraut, íþróttasviði. Hákon Ari hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan árangur og ástundun á íþróttasviði, gefin af stöðinni heilsurækt. Hákon Óli Sigurðsson lýkur iðnmeistaranámi í málariðn. Helga Haraldsdóttir lýkur iðnmeistaranámi í húsasmíði. Helga Salóme Ingimarsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Helga Salóme hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í félagsvísindagreinum, gefin af Sjóvá. Helgi Rafn Hermannsson lýkur námi af húsasmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Hermann Andri Smelt lýkur iðnmeistaranámi í pípulögnum.
Hörður Kristján Gunnarsson Njúmann lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Ingibjörg Anna Skúladóttir, stúdent af náttúruvísindabraut íþróttasviði. Ingibjörg Anna hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í íslensku og erlendum tungumálum gefin af Pennanum Eymundsson, Menntaskólanum á Ísafirði og danska sendiráðinu. Ingibjörg Anna hlýtur einnig menntaverðlaun Háskóla Íslands fyrir góðan námsárangur á stúdentsprófi, ástundun og elju í námi. Verðlaunin fær styrk sem nemur upphæð skráningagjalds fyrsta skólaárið kjósi hann að hefja nám við Háskóla Íslands. Jón Gunnar Kaníska Síransson, stúdent af opinni stúdentsbraut íþróttasviði. Jórunn Inga Guðný Sigurgeirsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Kasper Králsik lýkur námi af húsasmíðabraut. Kristbjörn Ólafsson lýkur iðnmeistaranámi í bifvélavirkjun. Lára Björg Björgvinsdóttir lýkur diplómu í förðun. Marja Kósak, stúdent af opinni stúdentsbraut íþróttasviði. Masoma Jalal Sata, stúdent af opinni stúdentsbraut. Matilda Harriet Makalle, stúdent af náttúruvísindabraut. Matilda hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í líffræðigreinum gefin af Kereses. Matilda hlýtur einnig raungreinaverðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi. Verðlaunahafinn fær niðurfelld skólagjöld fyrstu önnina í námi, kjósi hann að hefja nám í Háskólann við Reykjavík. Marianna Glotkovska lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut. Móna Marína Ævarsdóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Pól Lukas Smelt lýkur iðnmeistaranámi í pípulögnum. Pétur Örn Sigurðsson lýkur grunnnámi rafðina og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut íþróttasviði. Pétur Örn hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í sögu, gefin af Sögufélagi Ísfirðinga og Sögufélaginu. Pétur Örn hlýtur einnig verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í rafiðngreinum, gefin af Orkubúi Vestfjarða. Rakel Damilóla Adeleje lýkur iðnmeistaranámi í hársnyrti iðn.
Salmar Már Salmarsson Hagalín lýkur iðnmeistaranámi í húsasmíði. Sara Katrín Heiðarsdóttir lýkur diplómu í förðun. Símon Bednarovic lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Símon hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í vélstjórnargreinum. Verðlaunin eru gefin til minningar hjónin Margréti Leósdóttur og Jóhann Júlíusson, gefin af Kristjáni G. Jóhannsyni og Ingu S. Ólafsdóttur. Stefán Kristinn Sigurgeirsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Unnur Guðfinna Daníelsdóttir, stúdent af félagsvísindabraut. Unnur Guðfinna hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir félagsstörf gefin af Íslandsbanka. Þórarinn L. Sigurgeirsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Kottu bara hérna á bróðin. Auk þess útskrifast eftirfarandi nemendur sem ekki eru viðstaddir hér í dag. Aðalheiður Edda Jónsdóttir, stúdent af fagbraut. Alexandra Harðardóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut. Alexandra hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir miklar framfarir, persónulegan stíl, metnað og færni í myndlist gefin á málningabúðinni og munum við koma verðlaununum til hennar. Arnór Rafn Halldórsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Bóas Emil Þórðarsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Díana Dögg Hreiðarsdóttir, stúdentspróf af fagbraut. Guðbjörn Sölvi Sigurgeirsson, lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Guðni Snær Stefánsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Guðrún Ósk Leifsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Hafþór Atli Agnarsson lýkur iðnmeistaranámi í múraraiðn. Halldór Þór Sigurðsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Hákon Valdimarsson lýkur iðnmeistaranámi í vélvirkjun. Hlynur Þór Birgirsson lýkur vélstjórnarnámi A. Yngvi Ólafur Yngvason lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Ívar Elí Elíasson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Jóhann Daniel Danielsson, stúdentspróf af fagbraut. Jóhanna Fylkisdóttir lýkur diplómu í förðun. Karlotta Ósk Sigurðardóttir, stúdentspróf af opinni stúdentsbraut. Konráð Ari Skarphéðinsson, stúdentspróf af fagbraut. Kristján Darri Ólafsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Sigurgeir Guðmundur Elvarsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Sindri Már Gunnarsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Viðar Hjaltason lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Viggó Guðjónsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Wojciech Wielgos lýkur iðnmeistaranámi í bifvélavirkjun. Og þá mega útskriftar nemendur setja upp húfurnar sínar. Það er rosalega skjótt. Nú gerum við smá hlé fyrir myndatöku ef þið viljið taka myndir. Það setur þetta hérna. Það er undir.
Ætla að brosa og vera sæt. Það ekkert vinsælt að setja þetta hérna. Niður fyrir hérna. Það er gert bara á djamminu kvöld, sko. Það ekki? Það var ekki. Ups. Það er enginn að taka mynd af mér hvað sem er. Það er hérna uppi. Hvað er hún? Já, ok, hana. Já. En þau eru svo vön að ég er ekki aðeinslegur á myndum hana. Þetta er svo læg. En ef þau vilja taka mynd, eigum við þá ekki að snúa af þeim líka? Það ekki? Stend ég svona? Við viljum bara mynda niður. Það er ekki best að það sé bara einn að taka mynd og deilja alla hérna. Já, Jórunn var að brosa. Ætla ekki að ná systkinamynda? Hvað? Það er ná systkinamynda. Jórunn var áðan. Jæja, þá höldum við áfram. Nei. Þá er komið að því að upplýsa hvaða nemendur voru með hæstu meðalengun á stúdentsprófi. Semidux skólans með næst hæstu meðalengun er Matilda Harriet Makelle. Matilda er með meðalengunina 8,51 og lítur hún verðlaun til minningar Guðbjart Guðbjartsson sem gefin eru af Ragnheiði Hákonardóttur, Guðbjarti Ásgeirssyni og fjölskyldu fyrir framúrskarandi námsárangur. Við munum nú veita verðlaun fyrir hæstu meðalengunina á stúdentsprófi. Það er aldarafmælissjóður Ísafjarðarbæjar sem gefur verðlaunin. Dúks menntaskólans á Ísafirði árið 2025 er Ingibjörg Anna Skúladóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut með meðalengunina 8,78. Ingibjörg Anna mun nú flytja ávarp. Aðrir útskriftarnemendur mega fá sér sæti. Allir nema hún. Já. Nei.
recorderlo. Sí. Sælut, Ingibjörg heiti ég og það er mér mjög mikill heiður að fá að standa hér í dag og flytja þessa ræðu. Mér langar til þess að byrja á því að óska öllum innilega til hamingju með áfangan og þakka öllum að koma og fagna með okkur í dag og sérstaklega þeim sem eru bara hérna fyrir kökunar eftir. Í dag er stór kaflaskil í lífi okkar nýstúdenta og þeirra sem útskrifast hér í dag. Í dag stöndum við á brún nýs kafla í lífinu. Við erum að ljúka 3 mikilvægum árum, skemmtilegum árum sem liðu allt of hratt. Á þessum 3 árum hefur ýmislegt gerst. Við fengum að taka þátt í skemmtilegum viðburðum eins og til dæmis fullveldisfögnuðum, árshátíðum, böllum, sólusvikunni, gróskudögunum, spilakvöldum og alls konar hlutum sem tengjast félagslífinu. Þessi viðburðir hafa svo sannarlega bætt þessi síðustu ár. Lífið er framundan og við taka ný ævintýri þar sem leiðir sumra okkar skilja en vinátta, reynsla og mikil þekking fylgir okkur áfram út í lífið. Framtíðin er okkar. Við komum fyrst hingað í Menntaskólanum á Ísafirði, spennt og feimin. En nú stöndum við hér, aðeins eldri, reynslu meiri og örlítið þreyttari. Námið hefur verið krefjandi og krafist mikillar vinnu af okkar hálfu og góðs skipulags. Kennararnir hafa þurft að umbera okkur og reyna að fræða okkur alla daga þrátt fyrir mismunandi dagsform. En við komumst í gegnum það með aðstoð og óþrálega mikið orkudrykkjum. Elsku kennarar, takk fyrir að standa að baki okkur, hlusta á okkur blaðra, útskýra sömu hlutina aftur og aftur, jafnvel þó við höfum spurt 5 sinnum á sömu spurningunni. Takk einnig kæru foreldrar, vinir og starfsfólk skólans fyrir ómetanlegan stuðning. Við værum ekki hérna án ykkar og loksins þegar við rötum og velum skólan og kunnum númerinn á öllum kennslustofunum erum við útskrifuð og þurfum að læra að rata á nýjum stað. Það mikilvægasta sem við tökum með okkur héðan er ekki prófskírteinið, þó svo það sé nú ágætispappír og opnir fyrir marga möguleika. En það sem er allra dýrmætast eru minningarnar, vinirnir, hláturinn og stundina sem við munum segja frá síðar. En fyrst og fremst trúin að við getum náð öllu því sem við stefnum að. Núna kveðjum við þennan stað og tökum með okkur allt sem við höfum lært. Vináttuna, reynsluna og óteljandi aðra hluti sem gera okkur að því sem við erum í dag. Því vil ég endurtaka hamingjuóskir til ykkar samnemenda minna og aðstandað ykkar. Munið að framtíðin er okkar og okkur er alla leiðir færar. Hlakka til að sjá okkur í kvöld. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Ingibjörgu Önnu fyrir hennar ávarp og hlý orð í garð skólans. Næst á dagskráni er tónlistaratriði og það er semidúk skólans Matilda Makelle sem leikur á píanó. Lagið heitir Clair de Lune og er eftir franska tónskáldið Claude Debussy.
Við þökkum Matthildi kærlega fyrir þennan fallega flutning og kynnum til leiks afmælisárganga. Að þessu sinni eru það fulltrúar 30 ára og 50 ára afmælisárganga sem flytja ávörp og það er Bryndís Stefánsdóttir sem ætlar að byrja á að flytja ávörp fyrir hönd 30 ára útskriftarárgangs. Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur, kennarar, starfsfólk, afmælisárgangar og aðrir gestir. Innilega til hamingju með þennan fallega dag. Það er mér mikill heiður að fá að deila þessari stund með ykkur og það er mér afar ljúft að standa hér 30 árum eftir að ég gekk þessa sömu braut að útskrifast frá Menntaskólanum á Ísafirði. Ég man þann dag eins og það hefði gerst í gær, en ég man hins vegar ekki vel eftir deginu þegar við dimmitörðum, hvers vegna veit ég ekki. Þetta er fyrst og fremst stór og góður áfangi í ykkar lífi og getið þið nú halda áfram á ykkar braut. Það er komið að næsta kafla sem er ekki síður mikilvægur og skemmtilegur. Þó svo að heimurinn hafi víst mikið breyst á þessum 30 árum, þá er ýmislegt með internetinu, samfélagsmiðlum og til dæmis gervigreind hefur sumt ekkert breyst. Það er ennþá verið að sýna Mission Impossible í bíó. Dr. Martins er í tísku og ennþá verið að rífast kvótakerfið. Við þetta tilefni langar mig að deila með ykkur nokkrum einföldum heilræðum sem ég hef lært á minni vegferð og ákvað að búa til smá orðaleik sem ég kalla START. Númer 1. S. Samskipti og heiðarleiki bera þig lengra en þú heldur. Sama hvað þið gerir í framtíðinni, hvort sem vinni í bókhaldi, grafískri hönnun eða starfi sem kennarar, þá skipta tengsl og samskipti öllu máli. Verið heiðarleg, hlustið af alvöru og komið fram við fólk af virðingu. Tempó. Ekki vera stöðugt að bera ykkur saman við aðra. Það er auðvelt að detta í þá gryfju þegar við fáum sífellt myndir af lífi annarra á skjánum. En hvert og eitt okkar fer sína eigin leiðir og sínum eigin hraða. Hafðu trú á þér, treystu, eigin tempói í hverju sem þú tekur fyrir hendur. A. Að leiðast. Þá er ég ekki að meina svona hönd í hönd þó það sé frábært. Í dag er auðvelt að láta hafa ofan af fyrir sér, öllum stundum, en þegar hugurinn fer að reika og manni leiðist, þá kvikna bestu hugmyndirnar. R. Ráð. Það er í lagi að vita ekki allt og hafa ekki svör við öllu. Óvissan leiðir okkur nefnilega að lærdómnum. Spyrji spurninga, leiti ráða og veri forvitin. T. Þegar ákveðnum áfanga er lokið eins og hér í dag hefur maður oft ákveðnar hugmyndir hver skal stefna. Á leiðinni banka upp alls kyns tækifæri sem leiða mann á annan stað en upphaflega var stefnt á. Verið óhrædd að stökkva til og prófa eitthvað nýtt. Það er nefnilega margt sem hendir á langri leið. Að lokum vil ég segja ykkur þetta. Þið eru tilbúin, þið hafið alla burði til að takast á við framtíðina, ekki vera of hörð við ykkur sjálf, heldur njóti ferðalagsins og fylgi hjartanu. Reyndar, ætla ég svo að bæta inn við. Einn vetramorgun árið 1992 hófst dagurinn á dönskukennara hjá sér hófst dagurinn á dönskutíma hjá sér Valdimari Hreiðarssyni. Ekki var mikið kennslu í þessum fyrstu 2 tímum því að rafmagnið virtist hafa dottið út. Eða það hélt kennarinn Valdimar. En hann var líka svolítið pirraður yfir þessu og hann var nýhættur að reykja. En við ætlum semst að upplýsa það hér með að við stelpurnar sem sitjum hérna sem fulltrúar 30 ára stúdenta og bekkjarsystur okkar í fyrsta A höfðum daginn áður fjarlægt alla startarana úr ljósunum í stofunni og við erum hérna með startarana. Já, við erum sérst búin að afhenda hérna startarana og biðjum skólayfirvöld afsökunar á þessu og vonum að við fáum að halda húfunum. Til hamingju með daginn, kæru stúdentar, heimurinn eru opinn, framtíðin eru ykkar og það er bjart framundan nema þið takið startarana úr. Takk fyrir.
Kærar þakkir Bryndís fyrir þessa skemmtilegu ræðu og startkaplana. Það er komið að fulltrúa 50 ára útskriftarárgangs og það er Magnús J. Magnússon sem flytur ávarp. Kæru útskriftarnemar, aðstandendur, kennarar, aðrir gestir og glæsilegu afmælisárgangar. Það er merkilegt að manni datt það ekki í hug fyrir 50 árum maður stæði hér við útskrift Menntaskólans á Ísafirði og héldi ræðu. Á þeim tímapunkti fyrir 50 árum hugsaði maður bara kvöldið sem framundan var. Framundan eru vonir, væntingar og þrár. Margar hugsanir, mörg íhugunarverkefni, margir draumar. Sumt mun ganga upp, annað ekki. En það verða leiðarsteinar í lífi ykkar, þar sem að þið setjist niður eftir mörg ár og segið, þarna tók ég ákvörðunina sem breytti þessari stefnu og leiddi mig hingað. Þið stefnið og eigið alltaf að stefna ótrauð í þá átt sem þið viljið og aldrei að efast. Hafið trú á ykkur og prófið, kannið og skoðið. Þið skuluð ekki sitja öldruð heima hjá okkur og segja ef ég hefði. Ég hefði átt að. Aldrei að gera það. Þið eruð óhrædd við að prófa. Ef það gengur ekki, þá hafið þið prófað og þá sitjið þið sátt við það. Aldrei efast ykkur sjálf. Þetta er alveg sama eins og með tölvutæknina þegar hún kom til staðar. Eldri kynslóð var með on-off hræðslu. En unglingarnir, þeir bara prófuðu. Þeir ættu inn í kerfið, stoppuðu þar, komist ekki lengra, bökkuðu. Þannig lærðu þeir. Og þannig er með lífið. Það er ekkert replay á lífinu. Þetta er bara einn séns í einu. Það er líka annað sem þið takið með ykkur og það er ævarandi vinátta þess sem þið unnuð þetta með. Virðið hana alla tíð. Það er ekkert víst að þið hafið elskað alla í árganginum. Það er ekkert víst að allir hafi verið alltaf vinir ykkar. En þeir hafi verið samstarfsaðilar ykkar í gegnum þykkt og þunnt þessi 4 ár og kannski mun lengur. Við eignumst ekki nema kannski 1 eða 2 vini yfir ævina, en fullt af kunningjum og félögum. Það er raun og veru þannig sem ég ætla að enda þetta núna. Ég er stoltur nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði, útskrifaður 1975. Ég er stoltur nemandi Menntaskólans á Ísafirði hér í dag og horfa á þennan fjölbreytta hóp útskriftarnema sem að ég held fyrir 50 árum okkur grunaði ekki einu sinni að þetta yrði með þessum hætti. En þannig er lífið. Og við erum öll hérna, ég held fyrir hönd allra hér, óumdeilanlega stolt af skólanum okkar. Og eins og einhver sagði í útskriftarræðu 1975, menntun er það sem er eftir þegar þið hafi gleymt því sem þið hafi lært. Takk fyrir. Ég þakka þeim Bryndísi og Magnúsi fyrir hlý orð í garð skólans og hvet ykkur útskriftarnemendur til að taka þau inn í hjartað. Það verður stutt þangað til að þið verðið 30 og 50 ára stúdentar, trúið mér. En eitt af því sem við erum stolt af og höldum ennþá í heiðri, það er útskriftarfögnuður í kvöld.
og þar gefst gott tækifæri fyrir ykkur afmælisárganga og ykkur útskriftarnemendur að brúa kynslóðabilið og njóta þess öll saman hvað þessi dagur fyrir okkur, hvort sem við erum gamlir emmíingar eða nýir, að það þessi hátíð sem útskrift alltaf Þannig að við hlökkum til í kvöld. En kæru útskriftarnemendur, innilega til hamingju með útskriftin ykkar. Við í Menntaskólanum á Ísafirði erum stolt af ykkur og það með réttu. Þið hafið náð settu marki hér í dag. Þið eru hópur sem endurspeglar þann fjölbreytileika sem skólasamfélagið okkar byggir á. Við í MÍ erum nefnilega alls konar og við fögnum fjölbreytileikanum. Hér í dag útskrifast fjölbreyttur hópur nemenda með alls konar tungumála og menningarbakgrunn. Dagskólanemendur af ýmsum brautum, eldri nemendur sem hafa lokið fjarnámi eða starfs- og verknámi með vinnu sem og iðnmeistarar. Fjölbreytileiki ykkar styrkur okkar. Hvert og eitt ykkar hefur farið í gegnum námið á sinni leið. Hér hafið þið lært að takast á við ólík verkefni og að vinna með ólíkum einstaklingum. Þið hafið á þessum árum tekist á við ótal verkefni eins og að skrifa ritgerðir, leyst flókin stærðfræðidæmi, unnið saman í hópum, tekið þátt í viðburðum, sýnt hugmyndaflug, frumkvæði og sköpun. Sum ykkar hafa lært að smíða, önnur að sjóða og enn önnur hafa leikið á sviði, æft íþróttir, mála málverk, greint þjóðfélag eða skorið í gegnum dýralíffæri. Sum þessara verkefna voru skemmtileg, önnur erfið. En öll gáfu þau ykkur eitthvað, þekkingu, reynslu, aga og trú á eigin getu. Öll hafið þið á námstímanum þurft að takast á við eitthvað erfitt. Það getur hafa verið námslega, persónulega, félagslega eða einfaldlega í því að halda út. Þannig á hvert og eitt ykkar sína einstöku sögu. En það sem sameinar ykkur hér í dag árangur og staðfesta. Þið hófuð hér nám, þið lögðuð ykkur fram og þið kláruðuð. Og í dag mætist þið öll hér á sama stað með sama markmið að taka næstu skref inn í framtíðina. Fyrir sum ykkar það skrefin í áframhaldandi nám, háskóla, listaháskóla, iðnmeistarnám eða aðra sérhæfingu. Fyrir önnur markar þetta lok starfsréttindanáms og skref út af vinnumarkaðinn, þar sem samfélagið býður eftir ykkur og ykkar þekkingu, reynslu og nálgun. Enn önnur svo kannski ekki búin að ákveða næstu skref og það líka allt í lagi. Hvað sem þið gerið, verið það óhrædd við að fylgja hjarta ykkar og draumum. Lífið of stutt til að eyða því í eitthvað sem þið hafið ekki ástríðu fyrir. Leyfið draumum ykkar að leiða ykkur áfram og hafið trú á að þeir muni rætast. Heimurinn sem þið nú gangið út í ekki sami heimur og sá sem var þegar þið hófuð hér nám. Hann breytist hratt. Við sjáum loftslagsbreytingar, félagslegt misrétti, tæknibreytingar, upplýsingaflóð og þverrandi traust á lýðræðinu sjálfu. Við eigum það öll sameiginlegt að þurfa að aðlagast þessum heimi breytinga og í því geta verið falin tækifæri. Þegar flest ykkar hófu nám í skólan var gervigreind fjarlæg okkur öllum. Nú hafið þið líklega flest nýtt ykkur gervigreindin í námi. Kannski sum aðeins svo mikið. En það sama geri ég í mínum störfum og meðal annars þegar ég var að undirbúa þetta ávarp. Þegar ég spurði gervigreindin aðstoð við að forma ávarpið var svarið nokkuð einfalt. Vertu einlæg, hafðu ávarpið stutt og vísaðu í vinsælt lag. Við nefnilega lifum nú á tímum þar sem tæknin getur skrifað með okkur, reiknað fyrir okkur og jafnvel spáð fyrir hegðun. Í heimi þar sem slík sjálfvirkni vex, skiptir miklu máli að við höldum áfram að hlúa því sem gerir okkur mannleg, sýnum víðsýni, umburðarlyndi og ábyrgð.
Víðsýni sem felst í að kunna að hlusta á það sem er ólíkt, skilja það sem við þekkjum ekki og vera tilbúin að efast, líka eigið sjónarhorn. Umburðarlyndi sem snýst ekki að samþykkja allt, heldur að viðurkenna rétt annarra til að hugsa, lifa og vera til á sínum forsendum. Það getur þó verið auðvelt að draga sig í hlé þegar heimurinn virðist kannski ógnvekjandi og flókinn. En það eru einmitt þeir einstaklingar sem þora að standa með gildum sínum sem hafa áhrif. Þið sem látið ykkur varða umhverfið, náungan, réttlæti og jöfnuð, það eru þið sem munu breyta heiminum til hins betra. Heimurinn, hann þarf nefnilega ekki fleiri sem dæma, heldur fleiri sem reyna að skilja. Heimurinn þarf ekki fleiri sem öskra, hann þarf fleiri sem hlusta. Hann þarf fleiri sem byggja upp og minna af þeim sem rífa niður. Heimurinn þarf fólk sem hugsar aðra og fólk sem hefur kjark til að gera það sem rétt er, jafnvel þegar það er erfitt. Það er einmitt þess vegna sem menntunin ykkar skiptir svo miklu máli. Ekki bara vegna þess sem stendur í kennslubókunum eða kom fram í kennslustundum, heldur vegna þess sem þið hafi lært í samskiptum og samstarfi við aðra, því sem þið lærið í félagslífinu, frímínútunum, gryfjunni. Þetta er allt hluti af menntun ykkar. Við í Menntaskólanum á Ísafirði höfum lagt okkur fram að kenna ykkur ekki einungis staðreyndir og hugtök, heldur að ala með ykkur virðingu fyrir sjálfum ykkur og öðrum, metnaði fyrir því sem þið takja að ykkur og að þið finni vellíðan í því að vera þið sjálf, óháð samanburði eða þrýstingi. En menntun er ekki markmið í sjálfu sér. Hún er grundvöllur að virkri þátttöku í lífi og samfélagi og það sem skiptir raunverulegu máli er hvernig þið beitið henni. Og nú, þegar þið haldið út í næsta kafla lífsins, þá langar mig að minna ykkur á það sem ég hef oft sagt mörg ykkar metnað. Að maður leggur ekki af stað með að mála bara hálfan vegg. Það er allur veggurinn undir og það á líka við lífið. Ekki gera hlutina til háls bara því að það er þægilegra. Það skilar litlu. Gefið ykkur í verkið, sama hvað það er. Þegar þora að leggja ykkur fram, þegar trúa því að þegar þið gefið allt sem þið eigið, þá gerist eitthvað magnað. Það er ekki víst að það takist alltaf, en það er heldur engin skömm að mistakast. Það er hins vegar sóun að reyna ekki. Kæru útskriftarnemendur, fyrir hönd starfsfólks skólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með útskriftina. Ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdina í skólanum. Það hefur verið ómetanlegt að fylgjast með ykkur vaxa og þroskast í gegnum námið. Takk fyrir gleðina, kraftinn og litina sem þið hafið fært skólanum okkar. Það hefur verið gaman með ykkur og við eigum eftir að sakna ykkar. En eins og ég nefndi áðan, þá ráðlega gervigreindin mér að hafa þetta ávarp stutt og vísa í vinsælt lag. Það má líklega deilum hversu stutt ávarpi er, en ég ætla allavega ekki að gera þau mistök að vísa ekki í vinsælt lag. Þau ykkar sem dimmutirðu daginn og komu heim til mín á Fjölnis í morgunmat, sungu öll saman lag nýdanskrar, flugvélalagið þeirra. Og þá fór ég að hugsa hvað þetta lag tala sterkt inn í ykkar aðstæður hér í dag. Í textanum sem að þið sunguð öll saman segir nefnilega getur verið að samanlagðar sálir geti einhverju breytt. Þið eruð einmitt hópur af samanlögðum sálum, ólík, kraftmikil með drauma sem nú fá að lyfta sér til flugs. Það er von okkar í Menntaskólanum á Ísafirði að það veganesti sem þið takið með ykkur héðan nýtist ykkur vel. Megið þið halda áfram að mála veggi, ekki hálfa heldur heila, og með ykkar eigin litum. Ég trúi því að framtíðin sé í góðum höndum, því hún er í ykkar höndum. Til hamingju, útskriftarárgangur 2025, fljúið hátt.
Kæru útskriftarnemar og gestir, það er komið að lokum þessara brautskráningar-athafnar. Mig langar að þakka samstjórnendum mínum og starfsfólki sem kom að undirbúningi athafnarinnar fyrir samstarfið og afmælisárgöngum fyrir hlý orð. Gefendum verðlauna þakka ég hlýhug í garð skólans. Það er komið að skólaslitum og ég segi nú Menntaskólanum á Ísafirði slitið í 55. sinn. Athöfninni er nú lokið. Takk fyrir og góðar stundir.